Fyrir ofan syðstu grund í Skagafirði, undir fjallinu Glóðafeiki, má sjá forvitnilega uppsetningu. 1300 stórum steinum raðað upp í 2 fylkingar og þrátt fyrir kyrrð í lofti má skynja eitthvað rafmagnað í andrúmsloftinu. Á nákvæmlega þessum stað, fyrir rúmlega 770 árum síðan, mættust þarna herskáar fylkingar Sturlunga og Ásbirninga í blóðugasta bardaga Íslands sögunar, Haugsnesbardaga. Fyrir hvern vígamann hefur Sigurður Hansen sagnamaður komið fyrir einum hnullungi og þeir sem fjallu í bardaganum merktir með krossi. En hver var aðdragandinn að þessari miklu orustu? Hann nú eiginlega svolítið sérstakur, því að í rauninni áttu Ásbirninga og Þórður og hans liða Sturlungarnir áttu í sjálfu sig að vera í sáttum. Því að þegar að Kolbeinn ungi gefur Þórði eftir ríki Sturlungarna fyrir Norðdalsheiði árið áður, að þá var það gegn sáttum. Síðan gerist það að heimamenn, fyrrum heimamenn Kolbeins unga sem voru komnir í heimavarnarlið hjá Brandi, þeir fara að yrkja níðum Þórð og hans menn og það sagt að það hefði magnast orðasveimi á milli héraðanna, sem endaði með því að þegar kemur fram á Lönguföstu, 1246, að þá fer Þórður að draga saman lið til að hefna þessu harma sinna. Þannig að það rauninni níðkveðskapur sem að kemur þessu á stað, sem kannski svona dropi sem fyllir mælinn, getum við sagt, því að það eftir Völustaðabardaga þá var náttúrulega mikið hatur á milli héraða eftir þau afhróð sem að Eyfirðingar guldu á Völustöðum. Þannig að þetta nú svona, þetta ekki einfalt en þetta var kannski svona dropi sem fylgdi mælinn. Þórður kemur með lið sitt í Skagafjörð og til að byrja með sendir svokallaðir kennimenn á milli liðana til þess að freista þess að halda friðinn. Talið að skilyrðin fyrir friði hafi verið að fá níðskáldin framseld til Sturlungana en Brandur vildi ekki samþykkja það. Við ákveða það þarna kvöldið 18. apríl að mætast morguninn eftir og gera út þessi málbæði með afli. Já. Auðvitað hefur Brandur kannski verið vongóður, hann var með 100 manns fleira í sínu liði en þeir ákveða það að mætast hér á þessum stað, hvort þetta 100 metrónir hér til að frá, það kannski skiptir ekki máli en hér var bara daginn háður og það sem að sagt að Þórður komi óvænt á vinstri fylkingar liðs Brands og komi frá fjallinu, þá getur það ekki gengið upp nema með því að hann hafi verið komin í áðurinn að birti morguninn hérna upp í Litladal og verið það á meðan að Brandur var að stilla upp liðinu en hann átti vona á honum hér gamlu þjóðleiðina hér sunnan yfir Þorleifsstaðásnum. Þannig að honum hefur tekist að koma á óvart. Já, sko, Þórður var náttúrulega vanur herstjórn frá Noregi. Já. Og þar að ekki var hann staðkunnugur hér. Þannig hófst þessi bardagi og uppstilling Sigurðar í raun stillimynd af fylkingunum tveimur rétt áður en þær skella saman. Í Kakala-skála við Kringlumýri hægt að nálgast bækling bardagan og listaverkið. Þar hægt að sjá ljósmynd af svæðinu þar sem steinarnir merktir með nöfnum og fá upplýsingar þá sem vitað að tóku þátt í bardaganum. En það eru tæplega 60 manns. Hver var svona tilgangurinn með því að setja þetta svona upp? Vildur að fólk geti séð þetta fyrir sér? Já, það var málið og sína hvers konar svakalegt umfang þetta þegar að koma hér saman 1300 menn. Þetta þekur hér það bil hektara. Og hér hefur steinarnir þannig að þetta ég hugsaði mig að setja hér niður steinar sem að tækju álíka mikið rými í fylkingu sem maður myndi taka í herklaðum. Þannig að þá getur maður svona átt að sig svolítið á umfanginu. Hvernig var eiginlega framkvæmdin? Þurftir ekki krana eða eitthvað? Ég á ágæta gröfu sem að ég nóg mest við þetta, safnagrjótinu og lítinn svona litla innanhúsvél sem að ég notaði til hjálpa. Ég notaði nú þessar 2 vélar, maður hefur ekki gert þetta öðruvísi. Nei. Já, þeir eru alltaf þungið að taka í fangið þessu steinar. Ég myndi halda það. Ég giska svona á það að séu hérna 600 tonn af grjóti í þessu fylkingu. Gerðirðu þetta bara einn? Já, ég var svo til alveg einn. Ég fekk nú þetta aðeins smá aðstoð. Já. En að mestu leyti gerði þetta einn
og alla hugmyndavinnu á bakvið þetta. Varstu búin að ganga með þetta lengi í maganum áður en að lista þessu verða? Nei. Ég var á ferðinni hérna niður veginn og við hjónin og á ferðinni hérna niður veginn og segjum við Maju að ég sé bara að hugsa að sviðsetja bardagann. Hún tók vel undir þá, ég byrjaði daginn eftir. Akkurat. En það nefnilega málið, sko, ef maður fyrir að velta svona fyrir sér þá gerir maður ekki hlutina, sko. Það bara að mála í það og taka afleiðingunum á eftir. Þetta hann Þórður? Þetta Þórður Kakali sjálfur. Það er hart í honum. Já. Og hann var náttúrulega verið nokkuð stór. Já. Því já, eins og ég sagði að hann var kallaður Þórður stóri. Við sjálfum stærri mönnum. Hvernig persónuleiki var Þórður Kakali? Ég held að Þórður hafi verið afskaplega greindur maður og ef að maður ber hann saman með Sturlu bróðir hans, Sturlu Sighvatsson, þá held ég að við ansi mikil greindarmunur á þessum tveimur bræðum. Nú, Sigurður Nordal sagði það nú einhvers staðar í riti sínu að hann teldi að Þórður Kakala hafi verið mesta stjórnmálamann sem uppi hefur verið á Íslandi. Fyrr og síðar? Já. Hugsnesbardagi endaði með því að Brandur Kolbeinsson var handtekinn og Sigurður Glúmsson tók hann af lífi þar sem nú stendur minnismerki rétt fyrir ofan Syðstugrund. Yfir 100 manns létu lífi þennan dag og valdatíð áspyrninga leið undir lok. Ekki gott að segja hvernig umhors hefur verið á þessum stað eftir bardagan en steinarnir hans Sigurðar segja mikið þó þöglir séu. Getið plataði til að fara með einhverja vísu núna? Eitthvað sem tengist bardaganum? Nei, það er hérna, þá ætla ég að fara með vísu eftir vinn minn Jóa í Stapa þegar hann kom hérna einu sinni. Hér má forna fylking sjá, fyrr þar hálfa glíma, steinrunna ég stari á stríðsmenn fyrir tíma.